Stærsta orusta allra tíma er ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins. Hvað ef ég segði þér að það væri einn boðskapur sem allur heimurinn hefur misst af, boðskapur svo mikilvægur að hann gæti breytt öllu í trú þinni og undirbúið þig fyrir endurkomu Jesú Krists. Þú gæti verið að velta fyrir þér hvort þetta sé síðasta púsluspilið. Hvað gerir þennan boðskap svo endanlegan og hvers vegna er hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann, eða að minnstakosti heldurðu að þú hafi gert það. En það er eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það er það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú, en ekki bara hvaða trú sem er. Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú, sannleika sem margir hafa annaðhvort gleymt eða misskilið. Í lok þessa myndbands munt þú uppgötva nákvæmlega hvað þessi boðskapur er og hvernig hann geti verið lykillinn að því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesú kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af, en það er í ritningunni, lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér er loforð. Í lok þessa myndbands munt þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta er mikilvægasti boðskapurinn sem þú munt nokkuð tímann heyra. Vandamálið, áhersla á verk. Það er algengur misskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það er svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg. Hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykkja okkur. Ekki satt? En það er þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guð sé orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá er það eins og að reyna að ýta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í kladdan en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Mattheus 23:23 þegar hann talaði við fariseana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér gjaldið 10. myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Farisearnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins, en þeir mistu af því sem mestu máli skipti, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta er hættan við að einblína á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Þegar við einblínum of mikið á ytri hlýðni erum við í hættu á að verða eins og þessi farisear, dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra, þar á meðal okkar eigið, með reglum. Og hér er hinn sorglega kaldhæðni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar, endum við á því að finnast við fordæmt, sektarkennt vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Mattheus 11:30. Byrðin við að reyna að vinna sér einn hjálpræði með verkum er allt annað en léttbær. Hún er þreytandi. Kristinn lífstíll á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt er í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skyldurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir.
Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbyttum okkur að reglum og ytri hegðun, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Mattheus 23:13 þegar hann sagði við farisejana: Vei yður fræðimenn og farisejar, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfir gangið þeir ekki þar inn, og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkjum Guð, heldur skapar það einnig hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarerindinu með brotnum heimi, endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvern planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpræði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpræðið er gjöf, og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfs réttlæti. Blekking sjálfs réttlætisins. Það hættulegasta við sjálfs réttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristnir menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglunar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega, en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið, það virðist trúarlegt, en innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli, hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt, en þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotin kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins, áhrifamikið að utan en spillt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Mattheus 23. Hann talaði við farisejana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni, en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar af dauðramanna beinum og allskyns óþverra. Mattheus 23:27. Farisejarnir voru helteknir af því að sýnast réttlátir, en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisiðum gallalaust, en innra líf þeirra skorti réttlæti, miskunn og trúmennsku. Það dapurlega er að margir þessara einstaklingar trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður, í brennandi áhuga sínum á verkum, hafa þeir mist af kjarna fagnaðarins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á hjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfs réttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn, en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðar það berum orðum: Við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði.
Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það er gert í eigin krafti og til eigin sjálfsréttlætingar, er eins og óhrein klæði í augum Guðs. Farisæarnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skiptir máli. Ímyndaðu þér 2 listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk. Sá fyrri vinnur óþreytandi, notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni, sem áttar sig á skorti á færni sinni, opnar einfaldlega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leyfir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð, skortir fyrra málverkið sál, þrátt fyrir tæknilega færni sína. Hið síðara, þótt ófullkomið í tækni, geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlátt gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðug, og þegar við byrjum að treysta á okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskunn hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harðnar og þar sem við, eins og farisæarnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jesús við Nikodémus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodémus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúarlegum athöfnum, en Jesús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endurfæðingar, algjörar umbreytingar innan frá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfsréttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annara, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusarbréfi 3:5, þar sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskyn guðhræðslunnar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúarlegt, það hljómar trúarlegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunnar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarninn í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krists, án nýrar fæðingar sem Jesús talaði erum við andlega dauð, sama hversu réttlátt við virðumst að utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við af kjarna fagnaðarindisins sátt við Guð fyrir tilstilli Krists. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlausa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar: við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúarbrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristinni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt. Kristur sjálfur. Sérðu, margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekin af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímynda þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja.
Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónað í kirkju eða lifað því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jesú og að þekkja hann persónlega. Jesú sagði: Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5. Án þessa persónlega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta er það sem raunveruleg hætta liggur. Með því að einbeita okkur á okkar eigin góðu verkum, missum við af öllu markmiði fagnarindsins sem er að sættast við Guð fyrir Krist. Það er hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesusbréfið 2:8-9. Hjálpræði er gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur er vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, þar sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskju sem gerir allt rétt, en þar sem Kristur er ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskinn. Jesús svaraði við þessu þegar hann sagði: Ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Matteus 7:21. Vilji föðurins snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skildum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér er harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Krists. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir, en þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónulega. Hugsaðu það svona: þú getur eytt allri ævinni að reyna að pússa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf, og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans erum við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný, og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttirnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóknast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krists og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krists. Guð í miskunn sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkysins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krists. Þetta er ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þess í stað er þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn er sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknun Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð. En vandamálið er að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýpt. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Lausn Guðs á syndinni byggist ekki á framistuðu okkar, heldur á náð hans
og hún fæst fyrir náð sonar hans Jesú Krist. Það snýst ekki um það sem við getum gert til að ná til hans, heldur um það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum: ekki neinn réttlátur, ekki einn, ekki neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neinn sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta auðmýkjandi, en það sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóknun Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar eins og að reyna að hreinsa sár með óhreinum höndum. Við gerum aðeins illt verra. Að þiggja þessa gjöf réttlætisins þýðir að sleppa þeirri hugsun að við getum nokkuð tíman unnið okkur kærleika Guðs. Það þýðir að faðma sannleikann að við erum hólpin af náð einni fyrir trú á Krist einan. Og þegar við gerum það, upplifum við djúpstæða umbreytingu. Við lifum ekki lengur undir sektarkennt fortíðar okkar eða þrýstingnum til að vera nógu góð. Í staðinn lifum við í frelsinu að vita að réttlæti Krists hylur okkur algjörlega. En þessi gjöf ekki óvirk. Að taka við réttlæti Krists breytir ekki aðeins stöðu okkar frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrrar sköpunar, og það frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krists. Kjarni einingar Krists við mannkynið. Í kjarnafagnaðar erindisins þessi öflugi sannleikur. Kristur, sonur Guðs, tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining ekki bara áhugaverð kenning, heldur hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðurinn til kraft sinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baráttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14: og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari steig inn í tíman, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn af okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáu þið til, mannlegheit Krists voru nauðsynleg fyrir hjálpræð okkar. Hebreabréfið 2:17 segir: því var það að hann í öllum greinum átti að verða líkur bræðrum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guðs sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfið 6:6 segir: við vitum að vor gamli maður með honum krossfestur til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða og við ekki framar þjóna syndinni. Gamla synduga eðli okkar var neglt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist ekki bara liðin atburður, heldur hún áframhaldandi veruleiki. Það ekki bara að hann dói í okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippíbréfið 2:8 segir: hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krists við föðurinn, jafnvel allt til dauða, okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krists í gegnum okkur.
Galatabréfið 2:20 fangar þennan djúpstæða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífunni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki á okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krists sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona: grein getur ekki borið ávöxt að sjálfur sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getum við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5: Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Ávöxtur hlýðni, lífs sem þóknast Guði, er ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það er afleiðing af einingu okkar við Krist, hins sanna vínvið. Þessi eining er lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans hylur syndir okkar, uppreisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbyttum okkur að einingu okkar við Krist munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi. Þrýstingurinn sem fylgir því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krists er þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki ein í baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krists yfir syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans, vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treyst því að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krists og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminuð Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það er frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífi sem er Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krists gerist eitthvað djúpstætt. Það er ekki bara lagaleg yfirlýsing friðþægingu, það er algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi: þér er fyrirgefið, farðu í friði, og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krists göngum við inn í alveg nýtt líf, líf sem endurspeglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í 2. Korintharbréfi 5:17 segir: ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný, ef gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag, það talar til þess veruleika að þegar við komum til Krists byrjar heilagur andi umbreytingarverk í okkur. Gamla synduga eðli okkar er krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða. Ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengum okkur réttlæti Krists í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það, ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst er það breyting á hjarta. Esekiel 36:26 orðað það fallega: og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst, og ég mun taka stein hjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harðnað hefur að synd er skipt út fyrir hjarta sem er næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfið mér að deila með okkur dæmisögu.
Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði hrasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig af öryggi. Svona er það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu, hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur: því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta er lykillinn. Guð sjálfur, fyrir tilstilli anda síns, gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný, eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking, hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar, sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn, deyr, og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir: við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni, en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farísearnir iðkuðu. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15: ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferðalag vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikann og gefur okkur kraft til að lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur: lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðugt leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virðist steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann nær myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans, því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpræði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk náðar Guðs. Það er ekki eitthvað sem við getum náð upp á eigin spýtur. Við verðum stöðugt að gefa okkur leiðsögn heilags anda og treysta því að hann sem byrjaði í okkur góðaverkið mun fullkomna það. Og þegar við gefumst honum í lífi okkar, munum við upplifa gleðina og friðinn sem fylgir því að vera ný sköpun í Kristi. Nú þegar við höfum séð hvernig þessi umbreyting hefur áhrif á hjörtu okkar og líf, skulum við íhuga hvernig þessi breyting verður í reynd. Hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðs ríki. Reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar.
Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripin eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvikna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenningu á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði, veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringarverk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8: Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar. Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan af Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á synd hans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann: Þú ert maðurinn, 2. Samúelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýpt sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Sálmur 51, 5 og 6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðara Korinthubréf 7:10 segir: Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar breytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og breytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í 1. Korinthubréfi 15:31 þegar hann segir: Á degi hverjum vofir dauðinn yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korinthubréfi 4:10 segir Páll einnig: Jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesú til þess að einnig líf Jesú verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottin valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér breytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, velt upp og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur, mýkir hann hjörtu okkar og heilagur andi byrjar að bera fram ávöxt andans í lífi okkar. Í þessu iðrunarferli kynnumst við einnig dýpri eðli Guðs, miskunn hans, þolinmæði og fyrirgefningu. Eins og 1. Jóhannesarbréf 1:9 lofar:
ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta loforð fullvissar okkur að sama hversu djúp synd okkar þá náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún leiðin að því að upplifa fyllingu miskunnar og kærleika Guðs. Sönn iðrun hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Það ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13:34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists kærleikur, kærleikur sem endurspeglar fórnfúsan, skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta útfærsla fagnaðarerindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi. Hann forðaðist ekki syndara, hina brotnu eða útskúfuðu. Hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endurlausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5:13 skrifar hann: Þér voruð bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi ekki frelsið til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsið til að þjóna. Þetta það sem kærleikurinn gerir. Hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesú Krist. Sannur kærleikur virkur. Hann situr ekki hjá, heldur starfar. Hann leitar leiða til að þjóna og upphefja aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta, ekki bara skylda eða gátlisti. Það ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknun Guðs. Þessi stað það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15:5 segir Jesús: Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast af kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir verk heilags anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streitist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt, þegar við erum tengt Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við kölluð til að eiga samskipti við heiminn,
vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim til Krists. Við erum sendiherrar ríkis hans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarins. Það er dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu, tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Matteus 28:19. Þetta er köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við erum kölluð til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarerindinu með heiminum, bæði með orði og verki. Og hér er fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar, hversu gölluð og ófullkomin sem þau kunna vera, og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkis hans. Þegar við lifum eftir þessari köllun, skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynd af kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breiðist fagnaðarerindið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsara okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Að faðma réttlæti Krists. Missum ekki sjónar á þeim djúpstæða sannleika að hjálpræði er gjöf frá Guði. Það er ekki eitthvað sem við getum áunnið okkur með eigin verkum eða viðleitni. Engin góðverk geta tryggt okkur sæti í ríki Guðs. Þessi stað er það réttlæti Krists, fullkomið líf hans, dauði hans á krossinum og upprisa hans sem gerir hjálpræði mögulegt fyrir hvert og eitt okkar. Eins og Páll minnir okkur á í Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf er gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists, gerist eitthvað öflugt. Við erum ekki lengur þjökuð af sektarkennd eða af þrýstingum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur er fyrirgefið, elskuð og samþykkt af Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta er lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektarkennd, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleikur Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún er ekki knúin áfram að skyldu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði: Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar er svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við erum einnig kölluð til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það er freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlætið sem við höfum hlotið er ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem eru í kringum okkur. Þegar við tilengum okkur réttlæti Krists að fullu, verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það er andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarerindið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar.
með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans. Nú er komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð, að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar. Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér, þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir. Umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeindu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns. Í Jesú nafni. Amen.